Ég núna fyrst og fremst að rannsaka hjúskapar og sambúðarrétt. Það að segja svona grunnreglurnar sem að gilda þessi fjölskylduform, hvaða áhrif það hefur að gangi hjúskap eða vera í sambúð og kem náttúrulega lítið inn á hver munurinn er. Ég er að rannsaka þetta út frá lögfræðinni þegar ég er prófessor í lögfræði við lagadeild. Og ég er fyrst og fremst að skoða ákveðna lagalega þætti, svona helstu áhrifin. Það hefur gríðarlega mikil áhrif að vera annaðhvort í hjúskap eða sambúð og það hefur áhrif mjög víða í samfélaginu á mismunandi réttarstöðu, á mismunandi tímum. En ég er ekki að reyna að gefa heildaryfirlit, heldur svona helstu þættina, hvernig stofna maður til þessara sambanda, hvernig slitna þau og hvaða áhrif hefur það og hvaða uppgjör þarf að fara fram, en líka hvaða reglur gilda, svona helstu reglurnar sem gilda meðan maður er í þessu. Og þá kannski fyrst og fremst þær reglur eða hvað það er sem að fólk, hvernig það hagar sér og hvaða samninga það gerir sín á milli sem geta haft mikil áhrif á það sem gerist við slitin, ýmist skilnað eða andlát ef því er að skipta. Ég held ég geti fullyrt að það hefur gríðarlega mikil og víðtæk áhrif að velja annaðhvort hjónaband eða sambúð og ég held að megi alveg fullyrða að þetta hefur áhrif á nánast öll okkar í samfélaginu. Mjög mörg okkar erum í sambúð eða hjónaband á lífsleiðinni eða veltum því fyrir okkur eða foreldrar okkar í sambúð eða hjónabandi sem getur haft áhrif og það virðist allt benda til þess að fólk gerir sér ekki nægilega vel grein fyrir því, hvorki hvað þetta þýðir eitt og sér, né muninum. Það er auðvitað eðlilegt að þegar verið er að velja sér svona náið lífsform að þá skiptir tilfinningarna meira máli og það er jafnvel fráhrindandi að vera að hugsa einhvers konar lagaleg áhrif og það er sérstaklega fráhrindandi að vera að hugsa skilnað eða andlát eða slit. Þannig að það hjálpar ekki til, það gerir fólki erfiðara fyrir að átta sig á þessari réttarstöðu sinni og taka einhverjar ákvarðanir hvort það er sátt við reglurnar eins og það eru eða hvort það vill þá gera einhvers konar aðra ráðstafanir, ýmist samninga eða hvaða nú er sem fólk getur gert. Fólk áttar sig oft ekki eða rekur sig ekki á það fyrr en á erfiðustu stundunum. Það er að segja við slitin, skilnaðinn eða andlát. Þá skyndilega rennur upp fyrir fólki ljós hver þessi réttaráhrif eru og til dæmis hver munurinn er á hjónabandi og sambúð.